Já, ok. Já, ég byrjuð. Ok, þá var það innlit útlit í Leo Palace. Við erum stödd í Sakai og Tókjó í þessa átt. Vesturbærinn í Reykjavík í þessa átt. Þetta húsið okkar. Við erum með íbúð og jarðhæð í þessu húsi. Og við ætlum að kíkja fyrst inn á hjólagæsluna. Þetta er hjólagæslan fyrir alla íbúana. Þetta er hjólið mitt hérna og hjólið Steinunar. Og þið sjáum alltaf að í Japan að það voru allir á það sem heita konuhjól. Ekki með eitthvað svona þverstöng eins og þessi töffari. En svo ef við kíkjum hérna í garðinn okkar þá er hann hérna og við erum með íbúðin okkar er hérna bara aðeins lengra og já, þetta er svona það bil allt garðplássið sem við erum með. Svo við förum aftur inn. Sjáum við hérna er nafnið á húsinu, Leo Palace, og þetta er sem sagt númerið á húsinu sjálfu, það er að segja 3, 1 og 20. Kumanojo Higashi. Þetta er íbúðin okkar og við erum íbúðin með 102 og hérna eru nöfnin okkar. Bæði með romaji og katakana. Svo hann inn. Útskýra hann að kassa. Já. En á þessari hurð er svona póstkassi og hann er með svona talnalás sem við getum látið póstburðarmanninn hafa, það er að segja kóðan á þessum talnalás og hann getur sett fyrir, ef hann kemur með pakka, þá getur hann sett hann í þennan kassa hérna. Og kassin stækkar svona út. Hérna. Já, þetta er planið fyrir ruslið. Það er mjög mikið skipulag á því hvenær lífrænn úrgangur er sóttur, hvenær flöskur eru sóttar, hvenær dósir, plast og svo framvegis. Og hvenær eru þær nú sóttar? Almennt sorp er sótt sem sagt 2 í viku. Hvaða dagar eru þetta? Þetta er mánudagur. Ok. Getsuyobi. Getsuyobi. Þetta er einhver annar dagur. En ég veit að fyrir víst að þetta er 5. dagur, ég held það. En svo eru þetta satt 1. og 3. einhver dagur í mánuðinum. Já, nú ertu í forstofunni. Þetta er forstofan hérna og hérna fer maður á skónum. Hér er skápurinn okkar, skóskápurinn. Það er full nýttur og forstofan afmarkast sem sagt af þessum platmarmara sem er hérna. Og strax erum komin inn í eldhúsið og þvottahúsið. Hérna er sem sagt eldhússtaðan. Það er vaskur, 2 hellur. Það er 1 skápur hérna. Og svo geymum við líka dót hérna í skápum hérna undir. Við erum með 2 ruslatunnur af því að sorpið er flokkað í annars vegar það sem er svona lífrænn úrgangur og pappír og svo plast. Þú þarfst að segja meira eitthvað svona lekkert og elegant að þetta er innlit útlit. Já, ok. Allavega, hérna er þvottavélin og hún er svona það setur þvottið hérna ofan í, hún er svona sitt ofan í hérna ofan. Og hún þvær náttúrulega sjálfsögðu bara með köldu vatni. Bara með köldu vatni. Ekki vassóðar hérna í Japan, eins og Íslandi. Og hérna er svo ein hilla með þetta er búrið. Búrið, mat og fleira. Öllu hagalega fyrirkomið. Og svo hérna strax bara við hliðina
Það er svo klósettið og það er náttúrulega risastórt svona meðað við annað í þessari íbúð og það er þessi tvískipt. Hér er bara klósettið og klósettið virkar þannig að það er rosa praktískt að því að Japanar eru ekki vatnssóðar að þá ef maður sturtar niður að þá sem sagt fer vatnið hérna og lekur honni í vatnskassan og maður getur nota vatnið sem er að fara honni í vatnskassan til þess að þrífa sér eða skóla sér hendurnar. Tada! Rosa snett. Svo hérna er sturtan og baðkar líka. Búin alltaf ótrúlega vel að vera með japanskt baðkar sem að við höfum bara aldrei prófað. Þannig að kemur fyrir hérna í þessu baðkari. Það má örugglega hafa það mjög fínt hérna í baðkarinu. Gæti hérna annar verið í sturtu við hliðina á mér. Hérna ef ég kemst aftur upp. Þá er semst hérna sturtan og svo er hérna krani sem að er að láta renna í baðkarið. Þá fyrir við inn í stofuna og svefnherbyggi. Þetta er svona stærsta herbyggi í þessari 19 fermetra íbúð og hérna er rúmið. Það er upp á svona stalli, það er 90 cm breitt og inn í svona. Telst það til helstu afrek okkar í Japan að hafa sofið í 90 cm breiðu rúmi núna í 10 mánuði? Það verður að segjast. Svo er þetta svona geymsla hérna undir. Þar sem við erum mjög duglega að koma fyrir drasli. Og hérna. Það getur hérna farið hérna inn í einhverju panikk. Undan einhverjum jarðskjálfta. En það er ekkert alltaf mikið pláss. Svo eru líka geymslir hérna í haganlega fyrirkomið í þessum þrepum. Þessi líka hérna. Þetta er borðið okkar og 2 stólar og það er svona hægt að taka það niður þannig að það er hægt að búa til meira pláss og svo er að sjálfsögðu hérna hljóðfærageymslan okkar. Hérna erum við með ýmis hljóðfæri, aðalega raf hljóðfæri, það við erum að safna þeim. Hérna grípum við þeir svona á kvöldstundum. Svo er hérna fallskapur með svona rennihurðum og hérna svona japansk íkæðalaust. Svo er hérna ofnin okkar sem við keyptum sérstaklega því að Japanir eru almennt ekki með bakarofn. Þannig að við keyptum svona algjöran svona samlokuofn sem við notum mikið. Og svo er hérna örbylgjuofn og ísskápur. Og já, það safnast ýmislegt á ísskápinn. Rass er hérna að vera að segja. Sko til. Og svo er eins og í hagamælnum þá erum við með sjálfsögðu stórt kort upp á vegg. Og ekki skemmir fyrir að hafa dagatal frá þessum snillingum. Svo getum við farið hérna út í garðinn. Þá get ég farið hérna út og það er ekki ægilega mikið pláss. En svona aðeins, maður getur allavega opnað út. En já, það er ekki þeirra. Bara við þess.